sko með. Já. Það er komið. Það allt tilbúið. Jep. Everything ready. Yes. Here on Grace Church Daily Prayer. Be welcome to the screen. Verið velkomin á skjáinn. Og mig Drottinn bless ykkur í Jesú heila nafni. Amen. 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 Like always, my beautiful wife is gonna start this with a little prayer. Og eins og vanalega þá kona mín, fallega kona mín, byrja þetta á litli bæn. Í Jesú nafni. Amen. Everybody say amen. Já, heilagarandi. Ég bið svo blessi varir okkar Sigga, drottinn minn, og gefi þeim sem eru heima frið í huga sinna hjarta sitt og okkur Sigga líka og blessur okkur öll í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Við ætlum að lyfta nöfnum upp í náðana. We're gonna lift up name of the grace. Við ætlum að lyfta upp Óskari, Helgu, Björgvini, Magnúsi, Unnari, Gunnari, Karitas, Amelíu, Tristan, Viktori og Ísaki. We ask you to pray for them and ask God to bless them and ask the Holy Spirit to help them, and God knows what they need, and only thing we have to do is pray, and like you know, God answers our prayers. Amen. Og við biðjum ykkur að nöfnum sem við nefndum hér að biðja ykkur að biðja fyrir þeim og biðja Guð að blessa þau og biðja heilagan anda að hjálpa þeim með það sem þau þurfa hjálp með. Því Guð ansar okkar bænum. Í Jesú nafni, amen. Everybody say amen on this wonderful Thursday. Á yndislega fimmtudegi. Þú eru velkomin á skjáinn. Og í dag við erum að fara í gegnum Jóhannesar guðspjall og við erum komin á kafla 13 og 14 sem við munum lesa hér í dag. Og we are going through John and we are on chapter 13 today, and we're going to read chapter 13 and 14. And may this be a blessing to you, like it's for us. Og may þetta vera blessum fyrir ykkur að hlusta á orð Guðs hér í dag. Eins og það er ávallt, alltaf gott að hlusta á Guðs orð. Amen. Og yndislegt að lesa orðið. Og may þetta vera ykkur til blessunar. Í Jesú nafni, amen. And everybody say amen. I love reading the scriptures. Ég elska að lesa ritninguna og það er bara mín ástríða og Guð gefur mér það. God has given me this. But I love reading the scripture, reading His words. Ég ætla þá að byrja að lesa í kafla 13 og því hérna yndislega tímið okkar sem er hérna, the team that is always listening here, we love you. And you stay loyal, coming here and listening to words of God, and we stay together, spreading the good news. That's our purpose here in Grace Church Daily Prayer. Það okkar tilgangur hér í Grace Church Daily Prayer að fara með góðu fréttirnar áfram. Í Jesú nafni, amen. Amen. And now I'm gonna start to read. Núna ætla ég að byrja að lesa og I'm start reading in Icelandic. And then I'm gonna play this in King James 16:11. Og eins og ég segi ávallt við ykkur sem er íslensku og skiljið ensku að King James er rosalega vel skrifuð biblía og
mjög fallega skrifuð og gott að hlusta á. Í Jesú nafni, amen. Við höfum bara að segja amen. Amen. On this wonderful Thursday, og sem yndislega fimmtudegi. Hátíð páskana var að ganga í garð. Jesús vissi að stund hans var komin og hann færi burt úr þessum heimi til föður síns. Hann hafði elskað sína, þá sem í heiminum voru, hann elskaði þá uns yfir lauk. Kvöldmáltíð stóð yfir. Djöfullinn hafði þegar blásið því í brjósti Júdasi, Símonarsyni Íkarosts, að svíkja Jesú. Jesús vissi að faðirinn hafði lagt allt í hendur honum, að hann var frá Guði kominn og var að fara til Guðs. Hann stóð upp frá máltíðinu og lagði af sér yfirhöfnina og tók línudúk og batt sig, síðan hellti hann vatni í munnlaug og tók að þvo fætur lærisveinanna og þverra með línudúknum sem hann hafði sig. Hann kemur þá að Símoni Pétru sem segir við hann: Herra, ætlar þú að þvo mér fæturnar? Jesús svaraði: Nú skilur þú ekki hvað ég að gera, en seinna muntu skilja það. Pétur segir við hann: Aldrei að eilífu skalt þú þvo fætur mína. Jesús svaraði: Ef ég þvægi þér ekki, áttu enga samleið með mér. Símon Pétur segir við hann: Herra, ekki aðeins fætur mína, líka hendurnar og höfðið. Jesús segir við hann: Sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost nema fætur. Hann er allur hreinn og þér eru hreinir, þó ekki allir. Hann vissi hver mundi svíkja hann og því sagði hann: Þér eruð ekki allir hreinir. Þegar hann hafði þvegið fætur þeirra, tekið yfirhöfn sína og settist aftur niður, sagði hann við þá: Skiljið þér hvað ég hef gjört við yður. Þeir kallið mig meistara og herra og þeir mælið rétt, því það er ég, fyrst ég sem er herra og meistari. Hef ég nú þvegið yður fæturnar, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breyti eins og ég breyti við yður. Sannarlega, sannarlega, segi ég yður, þjónn er ekki meiri en herra hans, né sendiboði meiri þeim, hann sendi hann. Þið vitið þetta og þér eruð sælir ef þér breyti eftir því. Ég tala ekki yður alla, ég veit hverja ég hef útvalið, en ritningin verður að rætað. Sá sem etur brauð mitt, lyftir hæli sínum móti mér, ég segi yður þetta núna. Áður en það verður svo að þér trúið þegar það er orðið, að ég er sá sem ég er. Sannarlega, sannarlega segi ég yður, sá sem tekur við mér, við þeim sem ég sendi, hann tekur við mér, og sá sem tekur við mér, tekur við þeim sendi mig. Þegar Jesús hafi sagt þetta, varð honum mjög þungt hjarta og hann sagði beinum orðum: Sannarlega, sannarlega segi ég yður, einn af yður muni svíkja mig. Lærisveinarnir litu hvern á annan og skildu ekki við hvern hann ætti. Sá lærisveinn Jesús sem hann elskaði sat næstur honum. Símon Pétur benti honum og bað hann spyrja hver sá væri sem Jesús talaði Hann laut þá á Jesú og spurði: Herra, hver er það? Jesús svaraði: Það er sá sem ég fæ bitann, þann ég dýfi nú í. Þá dýfði hann í bitanum og tók hann og fekk Júdasi Símonarsyni Íkarosts. Og eftir þann bita fór Satan inn í hann. Jesús segir við hann: Það sem þú gjörið, það gjörið þú skjótt. En enginn þeirra sem sátu til borðs vissi til hvers hann sagði þetta við hann. En af því að Júdas hafði pyngjuna, héldu sumir þeirra að Jesús hefði sagt við hann: Kauptu það sem
vér þurfum til hátíðarinnar, eða hann skyldi gefa eitthvað fátækum. Þá hann hafi tekið við bitanum, gekk hann jafnskjótt út. Þetta var nótt. Þegar hann var farinn út, sagði Jesús: Nú mannssonurinn dýrlegur orðinn, og Guð orðinn dýrlegur í honum. Fyrst Guð orðinn dýrlegur í honum, mun Guð og gjöra hann dýrlegan í sér, og skjótt mun hann gjöra hann dýrlegan. Og börn mín, stutta stund verð ég enn með yður, til munu leita mín, og eins og ég sagði gyðingunum, segi ég yður nú, þangað sem ég fer getið þér ekki komist. Nýtt boðorð gef ég yður, að þér elski hvern annan, eins og ég hef elskað yður. Skulu þér einnig elska hvern annan. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, ef þér berið elsku hver til annars. Símon Pétur segi við hann: Herra, hvert ferðu? Jesús svaraði: Þú getur ekki fylgt mér nú þangað sem ég fer, en síðan muntu fylgja mér. Pétur segi við hann: Herra, því get ég ekki fylgt þér nú. Ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig. Jesús svaraði: Viltu leggja líf þitt í sölurnar fyrir mig? Sannarlega, sannarlega segi ég þér, ekki mun haninn gala fyrir en þú hefur afneitað mér þrisvar. Og ætla ég að biðja yndislegu konu mína að lesa 14. kafla. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistaverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séu einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekkið þér. Tómas segir við hann: Herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munið þér þekkja, og föður minn héðan af þekkið þér hann og hafið séð hann. Fílipus segir við hann: Herra, sýn oss föðurinn, það nægir oss. Jesús svaraði: Ég hef verið með yður allan þennan tíma, og þú þekkir mig ekki, Fílipus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sýn oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég er í föðurnum og faðirinn í mér? Orðin sem ég segi við yður, tala ég ekki af sjálfum mér. Faðirinn sem er í mér vinnur sín verk. Trúi mér að ég er í föðurnum og faðirinn í mér. Ef þér gerir það ekki, trúi þá vegna sjálfra verkana. Sannlega, sannlega mun ég segja yður, sá sem trúir á mig mun einnig gera þau verk sem ég gjöri. Og hann mun gera meira verk en þau, því ég fer til föðurins. Og hver sem þér biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra, svo að faðirinn vegsamist í synunum. Ef þið biðjið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gjöra það. Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Ég mun biðja föðurinn, og hann mun gefa yður annan hjálpara, að hann sé hjá yður að eilífu. Anda sannleikans sem heimurinn getur ekki tekið á móti, því hann sér ekki, né þekkir ekki, þér þekkið hann. Því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðarlausa, ég kem til yðar. Innan skamms mun heimurinn ekki sjá mig framar. Þér munu sjá mig, því að ég lifi og þér munu lifa. Á þeim degi munu þér skilja að ég er í föður mínum og þér í mér og ég í yður. Sá sem hefur boðorð mín og heldur þau, hann er sá sem elskar mig. En sá sem elskar mig mun elska að verða af föður mínum, og ég mun elska hann og birta honum sjálfa mig. Júdas, ekki Ískaríot, sagði við hann: Herra, hverju sæti það að þú vilt birtast oss en eigi heiminum? Jesús svaraði: Sá sem elskar mig varðveitir mitt orð, og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjöra okkur bústað hjá honum.
Sá sem elskar mig ekki, varðveitir ekki mín orð. Orðið sem heyrir ekki mitt, heldur föðurinn sem sendi mig. Þetta hef ég talað til yðar, meðan ég var hjá yður. En hjálparinn, Andinn heilagi, sem Faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki né hræðist. Þér heyrðuð að ég sagði við ykkur, ég fer burt og kem til yðar. Ef þér elskuðu mig, yrðu þér glaðir af því að ég fer til föðurins, því að Faðirinn mér meiri. Nú hef ég sagt yður það, áður en það verður, svo að þér trúið þegar það gerist. Ég mun ekki fram að tala margt við yður, því höfðingi heimsins kemur, í mér á hann ekki neitt, en heimurinn á að sjá að ég elska föðurinn og gjöri eins og Faðirinn hefur boðið mér. Standið upp, við skulum fara héðan. Í Jesú nafni, amen. Now we're going to play this in King James 16:11. John 13. Oh. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God, and went to God, he riseth from supper, and laid aside his garments, and took a towel, and girded himself. After that he poureth water into a basin, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Then cometh he to Simon Peter, and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Peter saith unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Simon Peter saith unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Jesus saith to him, He that is washed needeth not save to wash his feet, but is clean every whit. And ye are clean, but not all. For he knew who should betray him, therefore said he, Ye are not all clean. So after he had washed their feet, and had taken his garments, and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you? Ye call me Master and Lord, and ye say, Well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that ye should do as I have done to you. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. If ye know these things, happy are ye if ye do them. I speak not of you all. I know whom I have chosen. But that the scripture may be fulfilled, he that eateth bread with me hath lifted up his heel against me. Now I tell you before it come, that when it is come to pass, ye may believe that I am he. Verily, verily, I say unto you, he that receiveth whomsoever I send receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me. When Jesus had thus said, he was troubled in spirit, and testified and said, Verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me. Then the disciples looked one on another, doubting of whom he spake. Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved. Simon Peter therefore beckoned to him that he should ask who it should be of whom he spake. He then, lying on Jesus' breast, saith unto him, Lord, who is it? Jesus answered, He it is, to whom I shall give a sop, when I have dipped it. And when he had dipped the sop, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. And after the sop, Satan entered into him. Then said Jesus unto him, That thou doest, do quickly. Now no man at the table knew for what intent he spake this unto him. For some of them thought,
because Judas had the bag that Jesus had said unto him, buy those things that we have need of against the feast, or that he should give something to the poor. He then, having received the sop, went immediately out, and it was night. Therefore, when he was gone out, Jesus said, now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. If God be glorified in him, God shall also glorify him in himself, and shall straightway glorify him. Little children, yet a little while I am with you. Ye shall seek me, and as I said unto the Jews, whither I go ye cannot come, so now I say to you, a new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, whither I go, thou canst not follow me now, but thou shalt follow me afterwards. Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake. Jesus answered him, wilt thou lay down thy life for my sake? Verily, verily, I say unto thee, the cock shall not crow, till thou hast denied me thrice. John 14. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And whither I go, ye know, and the way ye know. Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. If ye had known me, ye should have known my Father also. And from henceforth ye know him, and have seen him. Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Jesus saith unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that has seen me has seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he doeth the works. Believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the very works' sake. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. And whatsoever he shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If ye shall ask anything in my name, I will do it. If ye love me, keep my commandments. And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him. But ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. I will not leave you comfortless. I will come to you. Yet a little while, and the world seeth me no more. But ye see me, because I live, ye shall live also. At that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Judas saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world? Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. He that loveth me not, keepeth not my sayings, and the word which ye hear is not mine, but the Father's which sent me. These things have I spoken unto you, being yet present with you. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name,
He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ye have heard how I said unto you, I go away, and come again unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father. But my Father is greater than I. And now I have told you before it come to pass, that when it is come to pass, ye might believe. Hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh, and hath nothing in me, but that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, even so I do. Arise. Let us go hence. Í Jesú nafni, amen. In Jesus' name, amen. And everybody say amen. What is it? Amen. Amen. Þessum yndislega fimmtudegi on this wonderful Thursday, and may these words have been a blessing to you, like it was for us. And yndislegt að sjá fjölskylduna sína hérna og æskuvini og Stígur, ég býð innilega að heilsa og gaman að sjá þig hér, elsku besti vinur minn, æsku vinur og dætur mínar, Linda, dóttir mín, Linda, yndislegt að sjá þig, ég elska þig, Linda mín. Og Stefanía, gaman að sjá fjölskyldan að fylgjast með. It's beautiful to see that my family is here watching us here on Grace Church on daily prayer. This is a God blessing. Amen. So it's beautiful to see the kids watching their dad doing the work that God wants him to do. In Jesus' name, amen. Amen. Hvað er hérna, Ólafía? Hvað er hérna? Systir er hérna, hvað er? Hvað er hérna? Nú Alva. Og Ólafía byrja að heilsa þér, elsku Linda mín. Þetta er yngsta dóttirinn og this is the youngest kid in my family, and my daughter is the oldest ones are 41 and going to be 41 years old, so there's a little bit gap between them. It's beautiful, but like she looks up to her big sisters, she loves them. And all my grandkids I have, it's beautiful. Og all barnabörnin sem ég á og börnin, þetta er yndislegt. Guð er góður, Guð er góður. Amen. Amen. En ef þú ert að hlusta hérna í fyrsta skipti eða hefur ekki tekið við Guði í líf þitt, þá ætla ég að gefa þér möguleika á því núna og hérna, ef þú trúir í hjarta þér að Jesús hafi farið á krossinn og dáið fyrir syndir þínar og blóð hans hafi hreinsað af öllum syndir þínum og hann hafi risið upp á þriðja degi og hann sé lifandi í dag og þú trúir þessu í hjarta þér, þá lofar Guð því að koma með sinn heilaga anda og koma inn í hjarta þitt og frelsa þig. Og þetta er hans loforð og við fylgjum því hér í Grace Church að fara með þessa bæn fyrir ykkur, því Guð biður okkur að fara með þessa bæn og til þess að leiða ykkur til hans og þið getið biðið til hans og leitað hans með ykkar vandamál. Og
þegar maður trúir að þá ansar Guð okkar bænum. Í Jesú nafni, amen. Amen. And if you're here at the first time you're listening and you haven't received God into your heart, then I'm going to give you the opportunity to do this now, because God promised to come into your heart. If you believe that Jesus went on the cross and He died for your sins, and He cleansed you completely with His blood of all sin, and He rose on the third day, and He's alive today. And if you believe this in your heart, then He promised to send His Holy Spirit into your heart, and you are a new creation in the kingdom of God. In Jesus' name, amen. And everybody say amen on this wonderful Thursday. Og allir segja amen á þessum yndislega fimmtudegi. Svo ég ætla að byrja við ætla að fara með þessa bæn á íslensku og hafið svo orð eftir mér og mun Guð svo sannlega koma inn í hjartað þitt. So I'm gonna start reading this in Icelandic, and then I'm going to read this in English. And God promised to come into your heart if you have this after me, these words that I'm going to read here. So I'm going to start in Icelandic. So Íslendingar hlustið og eigið þessi orð með mér. Drottinn Jesús. Drottinn Jesús. Ég trúi að þú sért sonur Guðs. Ég trúi að þú sért sonur Guðs. Ég trúi að þú dáið á krossinu fyrir syndi mínar. Ég trúi að þú dáið á krossinum fyrir syndi mínar. Og að dýrmætt blóð þitt hreinsar mig af allri synd. Og dýrmætt blóð þitt hreinsar mig af allri synd. Ég trúi að þú risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að hafa risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Jesús, Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndi mínar ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndi mínar og þvo mig algjörlega með blóði þínu. og þvo mig algjörlega með blóði þínu. Hreinsaði hjarta mitt, Hreinsaði hjarta mitt, endurnýjaði anda minn endurnýjaði anda minn og gerði mig að nýrri sköpun í þér. og gerði mig að nýrri sköpun í þér. Ég opnaði hjarta mitt núna Ég opna hjarta mitt núna og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi Frá þessum degi vil ég að fylgja þér, vil ég að fylgja þér, elska þig elska þig og lifa samkvæmt orðið þínu. og lifa samkvæmt orðið þínu. Takka þér Jesús, Þakka þér Jesús, að fyrir blóð þitt er í nýsköpun, að fyrir blóð þitt er í nýsköpun, fyrirgefinn, fyrirgefin, endurfæddur endurfæddur og elskaður þér. og elskar þér. Í Jesú nafni, Amen. Og þú sem átti þessa bæn með okkur hér, vertu velkomin í Guðs ríkið. Amen. Í Jesú nafni, amen. Amen. And now I'm gonna read this in English, so have these words after me. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood cleansed me from all sin. and that your precious blood cleansed me from all sins. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins, I ask you to forgive me for all my sins, and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now, I open my heart now, and I ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and to live according to your word. and live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus. that through your blood Through your blood, I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' name, amen. And be welcome to the kingdom of God, you who had this prayer with me. In Amen. Jesus' name, amen. Amen. And if you have some questions
you can send us private messages and we will answer them. Sometimes we have it here that we answer them. Some broadcasts we have, then we answer them here. What you are maybe asking for questions, and stundum höfum við það þannig að við ansum spurningum hér sem við sjáum á skjánum og förum svolítið í það og gefum þá okkur alveg svona klukkutíma í það að svara spurningum og svona við látum bara Heilagan Anda leiða þetta og við látum hann stjórna og þannig það. Í Jesú nafni, amen. And in Jesus' name, amen. The Holy Spirit leads this. Not me, the Holy Spirit leads this. I'm just a preacher. I'm not God, and I'm not the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Amen. He's my teacher, and I follow him. So always remember, don't look up to the preachers and people that are preaching the things. Always go to the scripture. Give time for yourself to read the scriptures and let God show you with the Holy Spirit, and He opens the scriptures for you and shows you the truth. Og munið ávallt að fara í ritninguna, ekki líta upp til mannanna, því þeir falla, eins og Jesús segir, engin maður er góður maður, og því eigum við að líta alltaf upp til hans, því hann er eini sem er fullkominn og það erum við ekki, og því lítum við alltaf upp til Guðs og leitum hans, og Heilagur Andi sýnir okkur hvað er sannleikurinn, og því eigum við alltaf að fara í ritninguna og leita stundar með honum, og hann leiðbeinir okkur með sínum Heilaga Anda. Í Jesú nafni, amen. Amen. In Jesus' name, amen. And we are gonna end this on the prayer that Jesus taught us, and we have the original prayer. It's an older version of the prayer. It's of the prayer that Jesus taught us, because God doesn't. It's like He doesn't lead us in temptation. He holds us from temptation. Yes, amen. This was changed, and we have the original prayer from what Jesus taught. So it's hold us from temptation, because in the new version is don't lead us into temptation. God is never gonna lead you in temptation. Guð er aldrei að fara að leiða þig í freistni, heldur hann heldur okkur frá freistni. Og þessu var bara breytt, en við erum með frumútgáfuna hér í Grace Church á Faðirvorinu. Við erum bara hér með sannleikann, og we are just with the truth, and so we stick with the truth, what Jesus taught us, the prayer. So we're gonna, my beautiful, beautiful wife is gonna lead us in this prayer, and always remember this. Tell your wife you love her. Tell your kids you love them. Wife, tell your husband you love him, and wife, tell your kids you love them, and pray for your family, and
pray for your neighbor and love your neighbor. Same thing with your enemy, like God tells us to do. We have to pray for him and love him. Yeah. We have to love all people because all people of the creation is from him. There's everybody. We are all his creation. Like I have explained, the difference is between when you are a Christian, you can receive the blessing from God because you believe in him. And that's why you can talk to him and have a personal conversation with God. Og eins og komið hérna fram að konur segi við eiginmenn ykkar þið elskið þá og börnin ykkar og eiginmenn segi þið elskið konur ykkar og börnin ykkar og biðjið fyrir familju ykkar og einnig biðjið fyrir náunganum og elskið náungan og einnig biðjið fyrir óvin ykkar og elskið óvin ykkar líka. Því þetta eru börn Guðs, við erum öll sköpun Guðs en við sem erum kristin að munurinn er sá að við getum fengið blessanir hans því við trúum og þá getum við haft persónulegt samband við Guð og Guð svarar okkar bænum. Og það er munurinn á því að trúa og trúa ekki. En við erum öll sköpun hans. Og það er bara einn Guð og kirkjan er ekki splittað þessu 1054 í 3 parta en það var ekki svoleiðis frá byrjun og það er bara Faðirinn, Sonurinn, Heilagur Andi, einn Guð, Amen, í Jesú nafni, Amen. There's just one God, it's the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. And that's how it is. And there's just one God. Like we are a soul, we are a body, and we are a spirit. We are the same creation like him. He created us in the same image like him. Like this, but one person. I am Siggi. I got one fingerprint. The only fingerprints I have is the only one in this world. And like my wife, she only has the one. And all of you have the same. You are individuals. There's nobody like you. That's why we are like this. Og það er enginn eins og þið hérna. Það er allir með sitt eigið fingrafar og við séum með einhverju 7,3 milljarðir í heiminum en það er enginn með sama fingrafæri. Og við erum sköpun hans og við erum einstök og Guð elskar okkur og meira en við getum nokkurn tímann ímyndað okkur og hann er alltaf fús til þess að fyrirgefa alveg saman hvað við gerum. Og við lifum undir náði í dag en ekki undir lögmáli. We live under grace today but not under law. So that's the mercy that he gave us. In Jesus' name, amen. Amen. And now my beautiful, beautiful wife is going to end this on the prayer that Jesus taught us. In Jesus' name. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo í jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglega brauð og fyrirgef oss vorar skuldir og vorar skuldunautum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Við elskum ykkur frá Íslandi og við munum sjást á svipuðum tíma. Vonum að við komumst fyrir í útsendingu á morgun og við sjáum ykkur á morgun. And we hope that we can be sooner on the screen tomorrow and
we're gonna see you tomorrow, and we love you, the team here. You're a loyal team, and remember, tell your neighbor from God and spread the good news around the world, and may God bless you, and we love you here from Iceland. Við elskum ykkur hérna á Íslandi og yndislega af ykkur vinir mínir hérna, Óðinn og öll. Ég elsku ykkur öll, og Marjón, Malli, minn besti, og ég elsku ykkur og nei, Guð bless ykkur. Já. Við erum ekki hérna í einhverju, ef fólk er að koma með einhver önnur trúarbrögð hérna inn, þá verður það bara að halda því fyrir sig og það er bara þannig. En Guð elskar þig og hefur yndislegt kvöld og hérna, við elskum þig og bye bye. 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 Mamma, slappa.